Jóhanna Margrét frábær. Hún var ótrúlega líka, hún var líka flott í fyrsta leik sko. Já, stígur upp og er bara að skora einmitt utan að velli, svolítið svona skyttu skot og ef að Hafdís ekki að verja þá ganga bara liðin á lagið. Það var kannski líka stóri munurinn í þessum leik með meistarana að áræðinni Hauka sóknarmannanna sérstaklega var miklu meiri. Hvort það var fyrir það að Valsstúlkur voru ekki jafn þéttar eða hvað, en mér fannst sjáum bara þessi skyttuskot og færi sem voru öll að skila sér í marki, sérstaklega í fyrri hálfleik þar sem að forskotið verður til. Það var hreint út sagt frábærar, vel útfærður leikur af þeirra hálfu. Já, auðvelt einhvern veginn að horfa einhvern veginn í hvort það varnarleikur Hauka hafi verið svona sterkur skilurðu, hann vörnin góð og markvarslan mikil en ég veit ekki, það var auðvitað mikið af tækniförum líka hjá Val og vantar þíu og svona, þannig að það er erfitt að lesa í þetta upp á einhverja heild. Við sjáum Jóhannu Margréti svona tölfræðina og hún náttúrulega ekki í landsliðshópnum hjá Arnari Pétursinni sem er núna í æfingaviku og er að fara að spila við Dani og hún virðist ekki kannski hafa átt upp á pallborðið hjá íslenska landsliðinu eða hún hefur ekki verið með stórt hlutverk ef hún hefur verið valin. Nei, maður er svona ein af þeim leikmönnum sem bara brillera, að standa sig frábærlega og með bara góða frammistöðu, nokkra leiki í röð, að spila erlendis, komin aftur núna og maður er svona, hún er klárlega að gera þessa ákvörðun landsliðsþjálfarana erfiðari, að velja hann ekki, en eitthvað þar að baki, hvort sem það gæði hinna leikmanna eða eitthvað sem fittar ekki inn í leikplan eða hvað það er. Það er erfitt að segja, en það væri gaman að sjá hana eins og kannski fleiri sem eru með svona góða frammistöður. Leik eftir leik. Manni finnst núna, Finnst hún hlunnfarin, Einar? Núna er bara þetta 16-17 manna hópur, með Andriu sem er átóðana, hún er bara að spila úti og frábærlega og svo einhvern veginn ákveður hann greinilega að vera frekar með Ölfu framan af Jóhannu Margréti. Mín skoðun er svo bara að taka þær báðar, þetta er æfingavika, þetta endar á leikat út í Danmörku helgina en vikan er löng, verður bara með fleirin á gólfinu. Vinkillinn spila, ég veit ekki hvort hann sé einhvern veginn að líta á Ölfu inn í einhvers konar þrista hlutverk varnarlega, ég veit það ekki en já, Jóhanna Margrét geggjuð þannig að ég hefði viljað að hún væri þarna líka skilurðu en það er alveg rétt, hún var úti, hún var í Skara og var svo í Kristianstad á hún kom heim, þannig að Hún hefur reynsluna úr þessum, ef við segja alþjóðabolta, hún hefur hæðina og sýnir góðan varnarleik, hún tekkar í mjög mörg box ef ekki öll, en og ég held hún sé að finna form núna sko. Ekki spurning, það verður gaman líka bara að fylgjast með henni, fylgja þessu eftir. Þetta var engin smá frammistaða á móti Íslands og Evrópubikarmeistarunum. Já, hún setur allavega pressu sko.